Viktor andleg fræði, 29. kafli, hið veraldlega. Eftir því sem hinn andlega vaknaðin er lengra í opnun sinni, þá fjara hinn gömlu lífsviðhorf smá saman út og nýtaka við. Þetta gerist í hægum skrefum líkt og opnunin sjálf. Eins og áður hefur komið fram, þá breytast lífsviðhorfin sem á lífsgildin. Fyrir andlega opnun eru hamingja og gleði öðrum háð, hvort sem er að ræða aðrar persónur og eða veraldlegir hlutir og eigur. Slík hamingja og gleði eru skilyrðum háð og vara í skamman tíma. Veraldlegar eigur veita mörgum öryggistilfinningu, en óttinn við að missa það sem hver og einn hefur er ofta ekki langt undan. Margir óttast afkomu sína sem og eignir. Þetta er í raun hluti af hinu jarðneska lífi og er eðlilega viðhorf mannsins framan af. En þessi viðhorf breytast við andlega opnun. Þar sem henni vaknaði byrjar að leita inn á við, að kærleika og hamingju og smásaman verður hann öðrum óháður hvað þetta snertir. Mikilvægt er að læra að sleppa tökunum á hinu veraldlega, hvort sem það eru eignir og eða peningar. Læra að sleppa óttanum við að missa og tapa því sem hver og einn hefur öðlast. Þetta gerist þegar viðkomandi áttar sig á að hinn eina sanna velgengni lífsins er andlegu þroski og hækkandi meðvitund. Að fjársjóður hvers og eins leynist í hjartanu og fylgi sálinni frá lífi til lífs. Allt hið veraldlega verður eftir hér á jörð, þegar sú stund kemur að sálin yfirgefur líkamann sem verið hefur hennar faratæki í þessu lífi. Mikilvægt er að skilja þetta og sleppa tökunum á hinu veraldlega kapplaupi og trúa og treysta að Guð sjáu hverjum þeim sem tilbúin er fyrir húsaskjóli og öllu því veraldlega sem hann þarf á að halda til að þroskast og auka meðvitund sína. Mikilvægt er að trúa og treysta og sleppa þar með tökunum á þeim ótta sem hinnar veraldlegu eignir geta skapað. Það mun koma svo dagur í opnuninni að hver og einn þurfi að sleppa þessum tökum og læra að láta lífið flæða þægilega áfram án ótta og áhyggja af hinu veraldlega. Einnig er mikilvægt að læra að vera einn með sjálfum sér og finna kærleika og hamingju í brjósti sínu og vera engum háður. Óttinn er sjaldan langt undan hinu veraldlega og getur hann virkað sem eins konar drifkraftur fyrir marga. Gott dæmi þetta er græðgi í völd og veraldlegar eignir. Allt er þetta eðlilegt og er hluti af hinu jarðneska lífi sem sálin velur sér að lifa í stund. Einnig er margt sem freistar og margir vilja ávallt eitthvað nýtt og meira en þeir hafa. Þetta er skýrt dæmi egóð sem sendir freistingar af ýmsu tagi í hugan og stöðugt koma nýjar freistingar. Því er auðvelt að gleyma sér og hugurinn leitar til hins ytra á meðan hið innra og hið sanna sjálf, sálin, gleymist. Margir eru áttaviltir lengi vel frá lífi til lífs og tekur það hvern og einn mörg líf að læra að hamingjan og lífsfyllingin koma innanfrá hjá hverjum og einum. Því þarf ekki að leita langt yfir skammt til að finna hamingju, kærleika og lífsfyllingu. Sá sem leitar inn á við og finnur sitt sanna sjálf og vekur sálina upp og ýtir egónu til hliðar, öðlast mikla ró og leið mikið frelsi. Hann aftengist smá saman hinu veraldlega og verður leið nægjusamur og þakklátur fyrir það sem hann hefur. Hann byrjar að skynja að góð heilsa, húsaskjól, fæði og klæði eru ekki sjálfsagðir hlutir og hann lærir að þakka fyrir það sem hann hefur, hversu lítið sem það er. Fjársjóður hans er öðrum ósýnilegur og fylgir honum í hverju spori lífsins, en aðrir finna hann og skynja. Aðrir munu finna jákvæða og kærleiksríka strauma sem streyma frá slíkum einstaklingi. Hann hefur einnig lært að gefa öðrum með sér og dreifir kærleikanum til annarra. Hann hefur lært að skynja að þeim meira sem hann gefur, þeim meira mun hann öðlast.
Eins og áður sagði mikilvægt að sleppa tökunum á hinu veraldlega og trúa og treysta að Guð sjái hverjum og einum fyrir því sem hann þarf á að halda. Þannig öðlast hinn vaknaði mikinn létti og frelsi innra með sér. Frelsi sem enginn getur frá honum tekið. Að sleppa hinu veraldlega ein af stóru hindrununum sem hver og einn þarf að yfirstíga til að öðlast fullkomið innra frelsi. Að lifa frjáls og vera engum háður mikil gæfa og að lifa lífinu óttalaus og án allra freistinga líf í kærleika og hamingju.